gera að gera það enn öflugra vegna þess að við viljum að það verði framúrskarandi. Hvernig skólamenningu vilja nemendur? Nemendur vilja hafa skólamenningu þar sem þeir líður vel og það sem kemur í ljós í könnunum og alþjóðlegum könnunum að íslenskum nemendum þeim líður mjög vel og það gleður mig mikið. Að hafa börn að stjórna nægum hluta af því hvernig skólastarf er. Þau hafa það að sumu leyti. Þau eru til að mynda, það er mjög mikilvægt að það séu til svona nemendaráð og að það séu svona bekkjaráð og ég veit að það er í mörgum skólum og ég er mjög hlynnt því vegna þess að bekkjaráðin þau geta komið saman og kannski komið með ályktanir eða áskoranir til stjórnvalda eða menntamálaráðherra þannig að já, það eru til tæki sem vinna að því að krakkarnir geti stýrt. Ég var til að mynda, að segja ykkur eitt. Ég var til að mynda alltaf í nemendaráði þegar ég var yngri í Fellaskóla og mér fannst það rosalega skemmtilegt. Ég hvet alla til þess að taka þátt í nemendaráði. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, fædd 4. október 1973, er mennta- og menningarmálaráðherra Íslands, fyrrum utanríkisráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins. Lilja er 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Lilja var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2016-2017 og hefur verið varaformaður Framsóknarflokksins og alþingismaður síðan í október 2016 og hefur verið mennta- og menningarmálaráðherra frá 2017. Hvers vegna ákveðuð þið að styrkja einkarekna fjölmiðla? Vegna þess að við erum að huga að íslenskunni í einkareknir fjölmiðlar, þeir gegna mjög mikilvægu hlutverki að miðla málun okkar. En svo er ég búin að vera að bera saman við önnur ríki, til að mynda hinn Norðurlöndin og þá kemur ljós að við erum bara eina ríkið sem er ekki að styrkja við einkarekna fjölmiðla. Var RÚV að eyða of miklum peningum í nýtt fréttamiðil? Ég hef nú ekki skoðað það mjög gaumgæfilega en ég hugsa að þeir hafa farið vel með sína fjármuni og ég ger bara ráð fyrir því, ég ætlast til þess að þeir sem eru að vinna á vegum stjórnvalda þeir passi upp á fjármuni. Þú áhyggjur af því að börn læra ekki að lesa í skóla? Ég hef alltaf áhyggjur ef það er einhver börn sem ná ekki að læra að lesa. Það er svona eitt mitt mesta áhyggjefni og þess vegna er svo brýnt að stuðla að því að sem flestir nái að öðlast mjög djúpan lesskilning og það er bara stærsta markmið menntakerfisins. Er þessi flosna upp á skóla mikið á dagskrá? Já, það er svona eitt heiti sem við notum, það er svona brotthvarf á framhaldsskólastiginu. En ég er að tala um grunnskólastigið. Ert þú að tala um grunnskólastigið? Já, við auðvitað okkur mjög alla sem hugsanlega finna sig ekki í menntakerfinu okkar og grunnskólakerfinu, en við erum að skoða það. Það er svona eitt heiti við það sem heitir skólaforðun og ég hef verið að tína með það og við erum að hugsa leiðir hvernig sé hægt að bæta úr því. Flestir krakkar eru í skóla og standa sig bara býsna vel. Er Ísland með nægilega gott menntakerfi? Ísland er með mjög gott menntakerfi en við viljum bæta það enn frekar. Finnst þér að börn efnaminni foreldra eigi að fá frítt í leikhús sem þú ert menningarmálaráðherra? Ég held að það sé eitthvað sem væri hægt að huga að. Það sem mér finnst skipta máli er að það sé aðgengi að menningu, greitt aðgengi, óháð efnahag og óháð búsetu, það er að segja hvar þú. Eru íslenskar kvikmyndir að verða nógu stór hluti af kvikmyndaheiminum? Íslenskar kvikmyndir eru að gera alveg frábæra hluti. Þær eru að fá verðlaunir, fengur núna síðast verðlaun Norðurlandaráðs og það er alveg ótrúlega flott vinna sem eiga sér stað í kvikmyndaheimum. Mér er rosalega spennt og stolt yfir því. Eru íslenskar kvikmyndir að verða nógu stór hluti af kvikmyndaheiminum? Já, þær eru það. Nei, ég fór aftur. Á að banna auglýsingar á RÚV. Það er eitt af því sem við höfum verið að skoða og það eru rök með og á móti en mikilvægast er að það séu svona gott aðgengi að auglýsingamarkaði fyrir alla þá sem vilja auglýsa. Af hverju eru svona fáir sem vilja vera kennari? Við viljum bæta úr því og það er alveg óbúslega mikilvægt vegna þess að sú þjóð eða það ríki þar sem er ekki mikill áhugi á slíku, hún er í miklum vanda. Auðvitað er áhugi og við sáum núna til dæmis eins og síðasta vor, þá eru fleiri sem voru að sækja að vera leikskólakennari og grunnskólakennari og ég var mjög ánægð að sjá það en enn og aftur, við viljum gera enn betur og fá enn fleiri frábæra í það að kenna. Af hverju eru kennarar á svona lágum launum? Það er mismunandi.
En mér finnst mjög brýnt að ef við ætlum að vera með framúrskarandi menntakerfi, þá verður umhverfið í kringum kennara að vera framúrskarandi og við þurfum bara að segja hlutina eins og þeir eru. Á hverju var menntaskólinn styttur? Hann var styttur vegna þess að það var ákvörðun stjórnvalda á sínum tíma að stefna að því að krakkarnir getur klárað þetta nám fyrr og verið þá meira í takt við það sem er að gerast á hinum Norðurlöndunum og hjá Evrópuþjóðum. Er eitthvað að loka? Mér finnst bara gaman að hitta ykkur og mér finnst sérstaklega skemmtilegt hvað þið hafið mikinn áhuga á stjórnmálum og þjóðfélagsumræðinni. Takk fyrir mig. Ég þorði þessu ekki. Ég er svo lofthræddur. Afi Úlfur er alltaf mjög lofthræddur. Ég fæ makla af þessu. Þetta var alltaf. Það. Engin matur. Ég sé langaði í lakkrís og allt. Rólega bara stífir. Já, hvað eru túristarnir að gera heima hjá mér? Þeir passa fátækir. Jæja, þeir eru svo fátækir. Siggi Hallý. Jæja. Þið virkilega hommar. Ég er svo lofthræddur. Núna fæ ég Dísna. Það er allir niður aftur. Komdu. Ég tek stig. Hrist ekki þess að ég kom með afa Úlf. Töffara frá Las Vegas. Hérna, hvaða flokk styður þú? Flokkinn. Hvaða flokkur heldur að vinna kosningarnar? Afi. Flokkar heldur að verði í næstu ríkisstjórn? Og Píratar. Á að breyta hagkerfinu? Breyta hagkerfinu? Nei, við ætlum nú ekkert að taka ákvörðun það, nema hvað að það væri gott ef okkur tækist að láta fjölbreyttari störf verða til í hagkerfinu, þannig að við værum með svolítið dreifðari áhættu svona almennt séð í hagkerfinu. En að öðru leyti þá myndi ég bara vilja sjá hagkerfið vaxa og framleiðni aukast og meiri verðmætasköpun verða til í landinu. Er mikið að vera í ráðuneytinu? Er það mikil vinna? Er mikið að gerast bara? Já, mikið við að vera, já. Hér er mikið að gerast. Löng dagskrá, ekki bara hjá mér sem ráðherra og í fólki sem ég er að vinna mest með, heldur hérna í öllu þessu húsi á 3 hæðum, hérna á ansi mörgum fermetrum, er fólk að vinna. Alla daga vikunar er hægt að finna fólk sem er að vinna. Þannig að það er mjög mikið að gera í þessu ráðuneyti. Árni Benediktsson er fæddur 27. janúar 1970, er fjármálaráðherra Íslands, formaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrum forsætisráðherra Íslands. Bjarni hefur verið formaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti í Suðvestri kjördæmi frá árinu 2009 og situr á Alþingi frá 2003. Bjarni hefur 4 sinnum haft sem betur gegn keppinautum á landsfundum Sjálfstæðisflokksins. Á Íslandi skipta gjaldmiðil? Nei, ég tel að við eigum að halda í íslensku krónuna og við getum gert ýmislegt til þess að styðja betur við gjaldmiðilinn okkar, komið veg fyrir hann sveiflist að óþörfu bara fyrir einhver mistök eða ákvarðanir sem við erum að taka.
Ég vil að við höldum áfram með krónuna. Af hverju viltu vera fjármálaráðherra? Já, ég er í stjórnmálum til þess að hafa áhrif og hér er góð staða til þess að hafa áhrif á framvindu mála, leggja drög að því hvernig hlutirnir þróast til næstu ára og hér hef ég mjög gott yfirlit yfir það sem er að gerast bæði í efnahagsmálum í landinu og í fjármálakerfinu en líka svona í ríkisfjármálunum sérstaklega og góð tenging við önnur ráðuneyti og það er mjög gefandi starf að vera hér og veitir manni mjög mikla innsýn inn í allt það sem er að gerast í Íslandi.